Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var óvænt virtur einn góðan haustdag. Í kjölfarið sprakk ríkisstjórnin og því eru kosningar nú helgina. En hvað skal kjósa? Hvað snýst þetta? Hvað í gangi? Rétt eins og við hjálpuðum ykkur með forsetakosningarnar, ætlum við að svara öllu þessu og koma ykkur á rétta braut. Að þessu sinni erum við ekki með neinn styrktaraðila og þurfum því ekki að lúta fagurfræðilegum kröfum markaðsaflana. Leyfið okkur að leiða ykkur í gegnum ólgusjó lýðræðisins. Velkomin í kosningarýni Söpuversins. Fréttastofa Söpuversins hefur oft verið ásökuð vinstri slagsíðu, en til að afsaka þennan rógburð, þennan ljóta rógburð, þá erum við mætt hérna í miðbæ Hafnarfjarðar til að taka viðtal við bakland Miðflokksins og þau ætla að fara að segja frá sínum málum. Þar hafið þið það. Tæknin hefur virkilega fleygt fram á undanförnum árum. Gervigreindin er orðin svo þróuð að þegar maður situr á brókinni fyrir fram að tölvuna á laugardagsmorgni er nánast ómögulegt að segja hvort maður sé að tala raunverulega við sæta webcam-stelpu eða bara háþróaðan botta. Við hjá Söpuverinu höfum ákveðið að beisla þessa tækni og útbúa tölvuhermi. Gríðarlega flókin sýndarveruleika heim þar sem gervigreindum í líki oddvita flokkana er telt saman til að reyna að spá fyrir möguleg stjórnarsamstörf. Ríkið á Íslandi er marghöfða skrímsli. Húsnæðisliður. Stafræna umbreytingu. Herminir líkir ekki bara eftir formunum flokkana, heldur líka sjálfu Alþingishúsinu og öllum helstu kennileitum þess, eins og þingsalnum, Alþingisgarðinum og svefnsalnum. En hversu nákvæmur er þessi hermir í raun og veru? Þetta er alveg sláandi. Þetta náttúrulega breytir heilmiklu. Hvernig þá? Já, til dæmis. Og þegar Arnar Þór brennir matinn og kveikir í sjálfum sér, ekki einu sinni heldur tvisvar, og Svanhvít Svavarsdóttir og svo þarna Þorgerður Katrín þurfa að slökkva á honum. Þú bendir það eiginlega til þess að lýðræðisflokkurinn mun nú eiga erfitt með að sækja fylgi til kvenna. Þarna er augljóslega verið að endurspegla það hvernig hinn fjölmörgu hneykslis og spillingamál Bjarna virðist ekki hafa. Koma í veg fyrir fjölskyldusameiningar. Virðist ekki hafa neinn svona áhrif á ferillands. Fátækt fólk. Sko sterkasta augnablikið í herminum er þegar Sagna Magdalena og Bjarni Ben og Svandís festast í stigunum þarna á leiðinni í musteri mammans. Því þau geta ekki stigið við bækur sem einhver misti á gólfið. Þarna kjarnast hvernig hugmyndafræðin jafn mikil hindrun og hún er drifkraftur. En út frá þessum gögnum, hvað myndir þú segja að veri líklegasta stjórnarsamstarfið eftir kosningar? Já, sko út frá þessum gögnum þá finnst mér að flokkarnir D, S og F, P, C, M, J og Y myndu nú vera lang líklegast með þá bara Vaff og P þá sem stjórnarandstöðu sko, það sé nokkuð ljóst. Og hversu áreiðanlegur heldur þessi tölvuhermi sé? Já, ég með þetta þá fullyrði ég bara að þetta sé mun nákvæmara heldur en nokkuð tíman ykkur spálíkun. Þetta er 1000 sinnum líklegra.
Þar hafið þið það. Eftir að hafa horft þennan þátt, þá er þið ekki bara betur upplýst en allir aðrir, heldur líka betri manneskjur. Í raun ættu atkvæði ykkar að gilda meira. Þeir sem horfðu ekki á þennan þátt eru allt það sem er að samfélaginu í dag og ógn við lýðræðið. Takk fyrir að vera betri en aðrir. Við erum með mjög skýrt plan